Í menntaskólanum á Tröllaskaga stendur haustanarsýning fyrir dyrum þar sem að nemendur sýna afrakstur annarinnar. Nú breiddin mikil í því sem nemendur hafa verið að fást við því hér verður hægt að sjá myndlist, ljóð, frumkvöðlaverkefni og ljósmyndir. Nú einnig hafa nemendur verið að fást við leikjaforritun og það verður hægt að kynna sér það líka á sýningunni, ekki satt. Hvað hafið þið verið að vinna með varðandi þetta í vetur? Við erum semst að vinna í forriti sem heitir Alice og það svona, maður á að búa til leiki í því en við erum búin að vera undanfarnar 3 vikur að gera svona bara myndband ákveðin ævintýri og ég var með geiturnar 3 og þetta tekur rosa langa tíma af því að þú ert náttúrulega alveg að láta geitina fara að brúnni og láta hann síðan fara yfir og svoleiðis. Forritun, það ekki eitthvað sem að ungt fólk í dag hefur mikinn áhuga á? Mjög mikinn. Við erum komin í samstarf við Skemu, þannig að við ætlum að vinna með þeim núna næstu árin. Þannig að við höldum að þetta verði mjög spennandi. En svona forritun og leikjaforritun, þetta getur nú aldeilis virkja sköpunarkraftin hjá krökkunum, það ekki? Jú, mjög svo. Þetta alveg jafnskapandi eins og myndlist og leiklist og tónlist. Þannig að þetta bara einu sköpun. Sjálf forritunin ekkert nema bara velritun. Þannig að það sköpunin sem telur. Og það nú nóg annarri sköpun hérna í skólanum. Við ætlum aðeins að kíkja líka á myndlistaverkefnin sem að verða hér til sýnis helgina. Magnús, nemendur hér á listabrautinni í menntaskólanum á Tröllaskaga hafa verið að vinna að mörgum spennandi verkefnum hér á haustuninni. Geturðu nefnt dæmi það sem þið hafa verið að vinna með? Já, það til dæmis verkefni Tröllagerði sem styrstu það að búa til svona tröllagarð, þú orða hringir í skólan og jafnvel tengja við allt sveitarfélagi Ólafsfjörð og við erum svona vonað að verði einhver lyftistöng fyrir fjallabyggðina, vonandi. Nú annað náttúrulega bara þetta hefðbundna, málun og teiknun og smá skúlptúr og svo þetta hér sem við erum að horfa hérna á sem inngangur að listum, þar sem svona byrjendur að fá að kynnast hvað list og út hvað þetta gengur. Þið hefur líka verið að vinna svolítið með rusl, eða ekki? Jú, ruslið, úrgangslistin svo kallað, skrítið orð, en þetta kallað á ensku junk art. Við byrjum á þessu og þá svona í anda Marcel Duchamp sem svona einn upphafsmaðurinn sem heitir ready made list. Síðan þróast þetta út í dálítið umhverfislist og það sem Tröllagerði kemur inn í þar sem umhverfislist. Og þá erum við að nota hráefni náttúrulega frá umhverfinu eins og klettan eða grjótin frá göngunum og annað svipað til að búa til og skapa karaktera sem undir það svona tröll raunverulega. En þetta Tröllagerði, þetta ekki ykkar eigin hugmynd, þið eru að vinna í samstarfi við bandaríska listakonu að þessu? Já, við erum með bandaríska listakonu sem setti þetta í gang, sem fylgist með okkur í gegnum vefmyndavél hérna upp í fjallinu, sem er skondið. Hún hefur aldrei komið hingað, en hefur feikilegan áhuga fyrir þessu svæði og setti þetta fram sem möguleika og við tókum þessu bara og erum núna á fullu í samstarfi við hana og við vonum þess að útkoma verði spennandi og þess virði að raunverulega setja orku, kraft og jafnvel, guð að vita, peninga seinna meir í að þetta verði framkvæmt og raunverulega bara sett í gang. Þessi listakona að koma til landsins í vor og mun þá hugsanlega vinna áfram með þessar hugmyndir sem nemendur eru að koma með? Já, þá bara er næsta skref, núna erum við búin að skipuleggja meira, skrifa niður, teikna, pæla út, hvað getum við gert, hvernig getum við sett þetta saman. Síðan bara næsta skref raunverulega að gera þetta veruleika. Ná í grjóti, setja þetta upp, fá fólk til að hjálpa aðstoða okkur að vinna við þetta og koma þessu af stað. Þannig að þetta verður einhvers konar garður þá eða... Já, upprunalega hugmyndir garður í kringum skólan sem hefur það þema að vera tröllagerði, sem við kallum það. Þá kannski væri inngangur með einhverju risatröllu og það eru hugmyndir 6 metra há tröll sem á að byggja hérna eða smíða upp. Jafnvel stærri tröll, láta tröllafjölskyldu labba yfir götunni einhvers staðar hérna í þessi bílarnir keyra í gegnum, ef orðað þannig tröllin. Alls kyns hugmyndir og í lokin svo reynt að síga út hvað möguleika að gera og hvað ekki möguleika að gera.
En það vantar ekki góðar hugmyndir, það alveg á hreinu. Eru krakkarnir sem sagt að kveikja á þessari hugmynd? Það finnst mér, já. Við finnst sjá þessa möguleika og þetta er líka þessi tilfinning að þegar þú ert að gera eitthvað í skóla sem skólaverkefni, að þú ert hluti af einhverju sem kannski verður varanlegt í byggðinni. Það er ekki forfærilegt ekkert orðað þannig skilur, það er ekki farið eftir augnablik. Heldur, ef þetta verður að veruleika, þá er þetta komið til að vera hérna næstu áratugina allavega.